Heyrðu, við skulum bara vinda okkur í þetta. Fulltrúi atvinnulífsins, það hljómar mjög vel. Ég hef aldrei staðið þeim sporum á þessum vettvangi. Mun mögulega ekki gera aftur. Ég er sem sagt vísindamaður líka, eða var það allavega innan akademíunnar. Það er minn bakgrunnur eins og var nefnt. Þannig að ég stundaði rannsóknir á örverum, fyrst og fremst sveppum, sem valda alvarlegum sjúkdómum í byggi, fyrst og fremst. Og í því tilviki var erfðafræðilegi fjölbreytileikinn eiginlega til trafala, vegna þess að það var svo erfitt að púsla saman varnargenum í yrkjunum til þess að hamla ágangi sveppategundana. En núna að sumu leyti, ég ætla ekki að segja að ég sé komin hinum með við borðið, en núna er ég sérst að fókusa á eina tegund og eina afurð og augljóslega komin út í atvinnulífið, ekki í akademíunni lengur, þannig að ég veit ekki hvort að einhverjir líta á mig sem Úlfi Sauðagerði. Ég sé þetta er svona pínu sko, eins og ég væri, hvað að segja, Halldór Benjamín og Gunnar Smári í einu manni í Silfrinu. Ja, þið verður bara að meta það á eftir hvort að það stenst eða ekki. Þetta er svona bara til að setja það aðeins í samhengi. Ég er augljóslega ekki að fara að segja ykkur mikið um áhrif landbúnaðar eða fiskveiða, því þekki meira til þess heldur en ég gruna mig. Fókusin er kannski frekar að staðsetja mig innan þessa heildarmengis, það er að segja líftækninnar, þörungarna og þessa tiltekna þörungs. Ég er ekkert að fara djúpt í líffræðina á bakvið hann eða neitt slíkt. Punkturinn er kannski frekar sá að eins og þemaði svolítið búið að vera hingað til að við erum öll sammála það að þessar atvinnugreinar og fleiri til eru auðvitað markvisst að taka úr þessum banka líffræðilegra fjölbreytni að mismiklu leyti, sem eru auðvitað með mjög beinum hætti háð náttúrulegum vistkerfum, önnur í minna mæli. Það á kannski við skemmuna okkar upp á Ásbrú, að hún er ekki kannski á alveg sama leveli eins og hefðbundin landbúnaður, hvað bein áhrif varðar allavega. Og svo er svona spurning, hvað erum við að gefa tilbaka og erum við að gefa eitthvað tilbaka, eða erum við í rauninni kannski ef eitthvað er að skaða þessi náttúrulegu vistkerfi, og sjálfsagt er það þannig að mjög miklu leyti. Þetta er hins vegar svona bara til að setja það í samhengi að sjálfsögðu hefur þetta sko, já, það er má eiginlega miklu frekar að segja þannig að í staðinn fyrir að þurfa að telja upp nákvæmlega hvaða atvinnugreinar eru háðar þessum líffræðilega fjölbreytileika, þá er miklu auðveldara að ganga út frá að það séu allar háðar honum á einhverju leyti, mismiklu. Og þessar stóru 44 trilljón dollara tölur staðfesta það. Í tilviki þörungana, og nú ætla ég kannski svona að henda einhverjum, ég veit ekki hvort fólk túlkar þetta þannig, ég fara að henda einhverjum pillum hérna út, en þær eru bara þá í þeim tilgangi að skapa umræðu. Þær endurspegla ekki endilega mína vísindalega afstöðu. Þetta er meira svona að ég er að spegla það sem að, samstarfsfólk mitt, hvernig umræðan eru í kaffivélina. Við erum ekki að nýta nema kannski 10-20 tegundir af, og þá er ég fyrst og fremst að tala smáþörunga, af mögulega hátt í 1 milljón tegundum. Það er svo sem eins og umræðan er búin að vera, það er ómögulegt að negla einhverja tölu á þetta. Og þess vegna er attitúti stundur svolítið þannig að við erum hvort sem bara að nýta brot af því sem er til staðar og hvaða máli skiptir þetta þá. Hitt attitúti í tilviki smáþörungana, það er kannski frekar á þá leið að við þurfum svo lítið af því sem er til staðar í náttúrunni. Þetta er ekki eins og þangskurður eða eitthvað slíkt sem að vissulega er þannig að þú þarft að meta hversu mikið þú ert að taka og hversu mikið þú skilur eftir og allt slíkt, meira eins og hefðbundin landbúnaður og fiskveiðar. Að í okkar tilviki að þá bókstaflega fórum við einu sinni út í náttúruna, við tókum eitt lítið sýni og allt það sem við framleiðum er komið frá þessu eina sýni. Við munum aldrei fara þangað aftur. God forbid. Þannig að í tilviki algalíf við munum framleiða 100 tonna af bíómassa á ári og eins og ég segi, við þurftum bara eitt lítið nánast smásjórsýni til þess að koma því á stað. Þetta er svona þörungalandslægið, má segja. Það er bara býsna mikill fjölbreytileiki, held ég að megi segja, fyrir mjög unga atvinnugrein. Grænu stjörnurnar og örvarnar eru þang og þari, stórþörungar.
Eitt áhugavert dæmi landeldi á þörungum hindla. Rauðu stjörnurnar, það eru smáþörungarnir. Og þar langar mér reynda sérstaklega að nefna mýsköpun, af því að þar ákveðin áhersla á að nýta náttúrulegar tegundir úr Mývatni, að rækta til dæmis spirulína sem í grunninn einangruð Mývatni. Sama mun mögulega eiga við klórella tegundirnar. Bláalón í rauninni líka að gera það sama, það að segja þau eru að rækta tegund sem í grunninn kemur úr lóninu og þannig úr þeirri tegundu eru þau að vinna virk innihaldsefni í snyrtivörur og slíkt. Og síðan svona á rannsóknarhliðinni og það sem kannski hefur meira með beinan líffræðilegan fjölbreytileika að gera og erfðafræðilegan fjölbreytileika, að það eru auðvitað helst á sviði þessara stofnana og langar sérstaklega að nefna þar til dæmis Biopol og Háskólann á Akureyri. Þar svona vísir að, skulum við segja, grunnrannsóknum á tegunda fjölbreytileika og vísir að stofna safni eða banka sem hægt að ganga í. Þetta ennþá í þróun en þetta er mjög flott verkefni sem í gangi þar. En það ekki kannski, það augljóslega ekki mikill fókus innan fyrirtækjana á akkurat þennan vingil. Mætti kannski vera það en það örugglega ekki. Og síðan eru þarna 2 dæmi þá kalkþörungavinnslu sem þá verið að vinna á botni, nánast eins og námuvinnsla. Þetta langaði mér bara svolítið að setja í samhengi við astaxanthin efni sem við erum að vinna úr þessum þörung okkar, Haematococus. Þetta lífvirkt andófsfrumefni sem síðan notað fyrst og fremst í heilsuvörur sem kallað nutraceuticals upp á ensku. Og það tæknilega sé hægt að vinna það úr öllum þessum bláu náttúrulegu tegundum og svo sem fleiri til. Þannig í því tilviki erum við rosa ánægð að hafa þennan náttúrulega fjölbreytileika og geta unnið hann úr alls konar mismunandi náttúrulegum sorsum og segja, af því að við erum alltaf að tala sorsa upp gagnvart síðan synthetic astaxanthinni sem það sem við erum að keppa við. Þá bara astaxanthin sem unnið í efnaferli. Þannig að þar hyglum við náttúrunni og þegar kemur á alls konar markaðssetningu á vörunum okkar þá náttúran með okkur í liði, ekki spurning. En það svona svolítið eftir hentuleika. Síðan það kannski fleiri pillur, ég veit það ekki. Þetta nú líka bara svona persónulegt komment að þótt ótrúlegt megi virast að þá finnst mér stundum að eins og til dæmis með erfðafræðilega breytileikana að þegar það einhvern veginn hægt að ramma hann inn og útskýra hann út frá einhverjum tæknihugtökum þó að þetta sé flókið í grunninn og allt það, að þá finnst mér stundum svolítið eins og fólk tengi betur við það heldur en það að segja náttúrulegur eða líffræðilegu fjölbreytileiki. Þetta svona svolítið athyglisvert fyrirbæri. Og þetta eiginlega gengur það langt að allavega eins og kollega mínir, þeir upplifa þetta svolítið þannig að við erum kannski að vinna með örfáar wild-type tegundir af þörungum og í staðinn fyrir að hugsa það þannig að einhvern veginn að fara að skoða hvað annað þarna úti af lífvirkum efnum eða bara til dæmis að skoða innan þessa einu tegunda sem við erum að vinna, hvort það séu til dæmis aðrir stofnar með hærri astaxanthin styrk, svo ég taka eitt praktískt dæmi sem myndi skipta gríðarlegu máli fyrir okkur, að þá fókusin einhvern veginn alltaf inn á við í áttina að því að besta tegundina sem þú slísaðist til þess að velja upphaflega. Wild-type straini sem þú slísaðist til að velja upphaflega. Og það eins og ég segi svolítið merkilegt fyrirbæri. Þannig að fólk tilbúið að eyða pening og tíma og vinnu í að vinna áfram með þennan tiltekna stofn í okkar tilviki, frekar en að fara þarna út og sjá hvað annað í boði. Og þetta þá kannski svona kommentið til að setja það í samhengi að við getum nánast að bara búið til þann breytileika sem við erum að sækjast eftir. Við höfum tólin og ég meina þó að í mínum tiltekna bransa þá séu GMO, það algjört no-no, það má alls ekki að því að þessi bransi virkar þannig að þú getur bara selt það sem non-GMO. Að þá núna komin tækni þar sem að þú getur farið í ansi massívar erfðabreytingar án þess að þurfa að kalla það GMO. Og þá fólk einhvern veginn hefur ennþá meiri tiltrú á þessari aðferð versus hitt.
Og svo það líka einhvern veginn þetta sko, við þurftum hvað sem bara brota fjölbreytileikanum til að komast þó þetta langt, þannig að sko, þetta svona svolítið dæmið attitúdi sem kemur stundum upp. Þannig ég ætla, eins og ég segi, enda á þessum pillum. Takk fyrir það.